Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Selfossi! Yfir Hellisheiðina Selfossi! Rúllar niður Kampana Selfossi! Inn og út úr Eden Selfossi! Ekkert vesen Selfossi! Bari Maniló Nei, hei, hei, ekki bara í Maniló. Hver þá? Suðurlandsins eina von. Selfoss! Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Best afsökunar, ég grip fram í fyrir þetta lag. Það er allt í lagi, þetta lag kemur núna strax eftir þetta viðtal sem ég er að fara að taka hér. En á línuna er komin hún Bríet Mörk Ómarsdóttir, leikmaður Selfoss í Pepsi-deild kvenna í knattspyrnu. Komdu sæl og blessuð. Hvað fyrir þið? Hvernig hefur það? Bara fínt, en þú? Bara ljómandi gott og gleðilegt ár. Já, sem miður. Hvernig leggst þetta nýja ári í því, 2015? Bara mjög vel. Já. Er það ekki bara, er nokkuð hægt að toppa sumarið 2014? Jú, það er alltaf hægt að gera betur. Það er alltaf hægt að gera betur. Já. Þið stefnið á það og já, hvað, er það þá bara að vera bikarmeistarar og já, bara berjast að vera Íslandsmeistara líka eða? Já. Já, það er ekkert minna. Það munar ekki það hjá ykkur? Nei, við erum bara sofnað í Vinnslubankan núna og stefnum á toppinn. Já. En þið eru hérna með ansi skemmtilega, sem í Selfoss Got Talent núna sem er, hvað, næstu helgi eða ekki? Jú, við erum að halda, við skorum á flesta meistaralaka á Selfossi í svona keppni. Já. Og ætlum að gera eitthvað svona skemmtilegt í kringu það. Það verður ball eftir á. Styrsta ball fyrir okkur. Já. Og þetta er haldið á fróminu eða ekki bara núna, já, hvað, laugardaginn eða? Jú, laugardaginn 10. janúar. Og já, er til mikið að hæfileikaríku fólki sem þið eru búin að hafa upp á? Er ekki búin að rosa undakeppnir upp á síkastið? Jú, við erum alveg búin að leita fullt að hæfileikaríku fólki hérna, íþróttafólki á Selfossi. Það verður hörð keppni, býst ég við. Já. En hvernig kom þessi hugmynd til hjá ykkur að fara að skella bara í Selfoss Got Talent? Við erum með svo sterkt meistaraflokksráð, þau eru alltaf með eitthvað fjáraflanir og flottheit í kringum þetta og það veldur Torfi sem stakk upp á þessu að skora á. Þannig að við bara ákveðum að slá til og reyna að hafa þetta sem hefðist núna. Þetta verður, já, sennilega stærsti viðburðurinn eða ekki á þessu ári svona til þess að byrja með hjá okkur. Það er náttúrulega þessi hæfileika keppni, er ekki vona á fullt að skemmtilegum hæfileika mönnum þarna? Jú, þetta er svo hvert lið verður með eitt atriði bara og það verður dómnefnd og verðlaun í boði. Já. Og hvaða, já, höfðingar eru þarna í dómnefndinni? Það er við reyndur ennþá að vinna í því, við erum eftir að fara að staðfest hverju ætla að mæta og dæmi þessu. Já. En það er allan að stenda á það. Já, það verður opið fyrir almenning, þannig að byrja klukkan 8 og til 11 alveg. Já. Og svo kvöldi er, já, sem að balli til styrtar meistaraflokksins. Já. Það verður DJ á staðnum og bara litla 500 krónur inn. Já, það er nú ekki neitt. Nei. Menn hafa nú aldrei seitt meir en því núna jólin og áramótin. Já, segðu. Já. En svo spyrir, heldur að vera ekki einhverja gamla knattspyrnur hetjur hérna með einhverja, gamla hæfileika? Þetta, það er aldrei að vita, sko. Þegar maður fáum einhverja upp á svið að sína eða dæma. Okkurlega. En svona ef ég spyrir, við förum rétt svo að yfir árið 2014, hvað stóð uppi svona árunni hjá þér? Það var náttúrulega bikarúrslitaleikurinn, það var alveg frábært að vera hann á Laugardalsvelli og sjá alla stuðningsmennina sem voru þannig hjá okkur í stúkunni. Já, ég held að þetta muni sitja fast í öllum. Alveg klárlega, þetta var frábært, sko. En, og þið farið náttúrulega bara, já, alla leiðir næsta sumar aftur, er það ekki? Jú. Já, engin spurning. Það er ná lengra næsta sumar. Já. En hérna, svo spyrði það er allan að þetta byrja klukkan 8, getur fólk ennþá skrási í Selfoss Got Talent? Þetta er í rauninu bara svona keppni milli liða, við skoruðum á handboltaliðið og kallaðu kvenna og körfuboltan og fimmleikadeildina. Já.
og einhver fleiri, Árborg og IF Milan líka voru búin að skora þau, þannig að við bara vonumst til að sjá sem flottist að treyna hana. Þetta verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessu. Já, þetta verður spennandi. En er einhverju sem eru líklegri en aðrir fyrir? Ég vil nú meina, við stelpunum í meistarflokk sko, erum með mjög flott atrið, við erum búin að æfa en það er aldrei að vita. Já. Handboltastelpunum líka líklegar. Já, það eru allan að hver eru svona hæfileikaríkir í þessu félögum þarna? Það er Margrét Katrín í handboltanum, hún er mjög mikil söngkona. Já. En í ykkar hóp, hver eru svona hæfileikaríkustu hérna með leynda hæfileika? Það er klárlega Erna Guðjónsdóttir. Já. Hún er alltaf með ykkur skemmtiatriði þegar við komum saman og það verður gaman að fylgjast með henni. Þannig að hún er að fara að bjóða upp á eitthvað nýtt þarna núna á laugardaginn? Já. Já. Það er stórglæsilegt. Þannig að að gera fyrir alla að skella sér þarna næstu helgi, það er á laugardaginn, byrjar klukkan 8 og stendur yfir sennilega til 11. Já, og svo bara ball. Já. Og vonast til að sjá bara sem flesta. Nákvæmlega. Mæta og horfa. Já, og fylgjast þarna með meistaraflokkum Selfoss úr mismunandi deildum. Já. Það verður fróðlegt að fylgjast með þessu. Bríett svona, rétt í lokin, hérna, við förum aðeins í enska boltan, með hvað liði heldur þú þar? Ég held nú bara með Arsenal eins og pappi, sko. Já. Annars er ég ekki mikið að fylgjast búin að fylgjast með núna. Nei. Er það ekki bara ágætt að vera ekkert að glápa á þetta alltaf? Jú, bara ná með Selfossliðið við. Já. Ég sé Arsenal er allan í 7. sæti. Já. Nákvæmlega. En Bríett, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, eitthvað svona í lokin sem við verum að gleyma að fara yfir? Nei, ég held ekki. Ég bara vonast til að sjá sem flesta á laugardaginn, 10. janúar. Laugardaginn 10. janúar á Frón. Og það er bara skylda fyrir alla sunnlendinga að mæta þangað. Alveg klárlega. Já. Bestu þakkir Bríett og gangi ykkur vel í hæfileikakeppninni næstu helgi. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Bye. Já, minni allavega mitt eins og við komum inn á það er náttúrulega, þetta er Selfoss Got Talent og það verður keppni þarna á milli meistaraflokka þarna úr mismunandi deildum, virkilega góð hugmynd þarna á ferð. En ef við heldum áfram okkur við ungmennafélag Selfoss og þá er náttúrulega 13. gleði líka annað kvöld sem jólin verður kvöld á Selfossi með glæsi brag. En gleðin verður náttúrulega með hefðbundnu sniði og það vanda verður farin blísför frá Tryggvaskála klukkan 8 annað kvöld að brennustæði á tjaldsvæði gesthúsa þar sem kveikt verður í 13. bálkvæsti og jólasveinar kveðja og álfar og tröll mæta á svæði og þá verður glæsileg flugveldasýning í umsjón ungmennafélagsins með stuðningi Björgunarfélags Árborgar. Að gera fjölumina á þetta og svo er náttúrulega Selfoss Þorrablótið, það verður svo laugardaginn 24. janúar í Íþróttahúsi Vallaskóla þar sem veislustjóri engin annar en mitt Torfi Ragnar Sigurðsson. Nú það, við ætlum að fara hérna áfram í boltan og næst á dagskrá er enski boltinn en það var FA Cup núna í kvöld, Liverpool vann af sig Wimbledon 2-1, Steven Gerrard með bæði mörk Liverpool á meðan Adebayo Akinfenwa skoraði mark Wimbledon og í hinuleik kvöldsins það var Burnley og Tottenham sem gerðu 1-1 jafntefli og það var Nasser Chadli sem skoraði mark Tottenham á meðan Sam Vokes jafnaði fyrir Burnley. Svo er það í Serie A, það var Lazio sem sigraði Sampdoria 3-0, það var Marco Parolo sem skoraði fyrsta markið, Filipe Andersson skoraði seinna markið á 41. mínútu, svo var það Filip Djordjevic sem skoraði þriðja markið á 67. mínútu. Lazio í þriðja sæti í ítölsku deildinni með 30 stig á meðan Sampdoria þeir eru í 5. sæti með 27 stig.